Heil og sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Ég heiti Erla og ég stjórnandi þáttarins. Aðal samstarfsaðili hlaðvarpsins Nettó og mig langar að hvetja alla til þess að sækja samkaupa appið. Það bæði hægt að sækja það í App Store eða Google Play og þegar þú verslar þá færðu 2% af vöruverðinu tilbaka sem inneign í appinu. Og einnig eru reglulega auglýst sérstök apptilboð þar sem að veglegur afsláttur veittur af ákveðnum vörum og hann skilar sér einnig inn í formi inneignar. Þannig að þú skalt ekkert tvínuna við hlutina, bara sækja samkaupa appið og byrja að spara. Þáttur dagsins tekin upp í Nóa Sirius stúdíói podcaststöðvarinnar og sjálfsögðu ég með frábæran gest eins og venjulega. Hjá mér í dag hún Ragnhildur Þórðardóttir sem oftast nefnd Ragganagli. Hún sálfræðingur með áherslu á heilsuvenjur, hún pistlahöfundur og fyrirlesari. Hún með diggan fylgjendahóp á samfélagsmiðlum og ég sá að hún daginn á Facebook og hún var að koma í 30.000 fylgjendur og ég ekki hissa því að hún með eindæmum skemmtilegur penni og stútfull af fróðleik. Vertu velkomin, Ragga. Takk fyrir og ég veit ekki hvort ég standi undir þessar kynningu. Ég rána bara. Það sannlega, jú, heldur betur. En sko, þetta nafn, Nagli, hvaðan kom það? Það var maður minn sem klíndi því á mig. Ég var alltaf eitthvað pur honum í ræktina og honum fannst ég vera svo mikill nagli. Það því við vorum að fara snemma á mótnana og ég reifa honum sængin og bara, sagði bara drullaði fram úr. Og þá sagði hann, þú alltaf svo mikill nagli, engar afsakanir í boði og eitthvað. Þannig að þar kom nafnið. Þar kom, það hefur fest. Já, Ragganagli, þetta svona góður hljómur í þessu harmonera vel. Algjörlega. En hver Ragnhildur Þórðardóttir eða Ragganagli? Já, hver Ragnhildur Þórðardóttir? Já, ég bara, hversu langt aftur á ég fara? Bara kannski, hver þú ert og af hverju þú komið þangað svona í dag? Já, sko ég var svona strákastelpa þegar ég ólst upp. Ég var svona mikið úti að leika mér, ég ólst upp í Fossvoginum og í 8. og 9. þar sem að enginn var að pæla í manni, maður fór bara út og svo bara eitthvað garga, bara eitthvað matur, og vonaði að maður skilaði sér. Og ég var svona, var svona vesenis pési, var að klifra og var alltaf eitthvað detta á með mig og var mikið úti yfir og 1 krónu og svona var svona, já, svona alveg virkt badd, og var ég handboltaðins og var ég hestum eitthvað pínlítið og svona, en var engin svona íþróttamanneski, ég var aldrei festist ekki í neinum íþróttum þannig, en var alveg, já, og eins og við vorum í yfir að þá bara ekki láta Ragnhildi kasta, að ég kastaði svo langt, þannig ég var alltaf svona sterk, En svo komu bara unglingsárin og ég fór mitt í okkar lærðaskóla, MR. Það bara hvernig veist að einhver verið MR, hann mun örugglega laumaði inn í samtalið. Þannig að og þar náttúrulega var bara verið að drekka og reykja, Já, ok. Þá fór bara þangað og var svona, þessi unglingsára sem að finna svona sjálfan sig og sjálfsmyndina og að því að svona, það svona töffari í mér, ég svona trana mér svolítið fram og ég held að ég sé, nett athyglisjúk, að þá var svona, ok, hvað mitt identity í þessum hópi ég töffarinn, ég alveg með munni fyrir neðan nefið, ég svara fyrir mig og það kemst ekki neitt upp með neitt kjaftaði og eitthvað svona, þannig að þá náttúrulega bara passaði rosa vel að vera, að reykja og að vera að djamma svolítið, þannig að MR árin fóru svolítið í þetta, að vera bara eitthvað í ykkur rugli og þá, bara getandi einhverjar, bara fara út í halla og fá, eina Pepsi-epp og þetta var, fóðrið var bara að maður skildi bara komast í gegnum þetta bara lifandi, ekki með bara kransaðastíplu, en svo svona 19 ára, þá kynnist ég
ég átti alltaf svona mikið að strákavinnum, svona strákahópvinnum og þeir var sérstaklega eitt svona sem ég kynnti svona þegar ég var 19 ára og svona strákarnir, þeir voru byrjaðar að lyfta og voru alltaf að segja bara að Ragnhildur var að koma með okkur í ræktina og þú veist, eitthvað og ég var eitthvað svona aðeins byrjuð, þú veist, var oft búin eitthvað að fara í ræktina og átti nú kort eitthvað tíma manni sem ég notaði aldrei og mamma keypti þetta fyrir mig og þú veist, þýðir ekkert að kaupa kort fyrir eitthvað, maður að gera þetta á eigin forsendum. En svo var ég eitthvað í einhverjum body pump tímum og einhverju, þú veist, þetta var náttúrulega bara 90s og ég hafði náttúrulega þokkabót út í KR heimilinu og þá voru þeir að lyfta í salnum og svona voru svona hvetja mig til að koma og vera með þeim og þú veist, ég hafði aldrei fundið mig í neinu að því að þú veist, ég var bara þung, þú veist, ég var alltaf feit og bara reykti og þú veist, þannig að þolið var náttúrulega ekki neitt, skilur, þú veist, ég man líka bara þetta próf þarna í MR að hlaupa 2 hringi kringum tjörnina, þú veist, ég var bara á okkur, þú veist, baðum bara hvíldarinnlögn í Hveragerði, sko, eftir á, þú veist, þannig, og ég held einhvern veginn að það væri bara ræktin, þú veist, það væri bara eitthvað að vera einhverju endalísu kardiói, sko, en ég eitthvað, já, lyfta, já, þú veist, og að því var sterk, þá bara, hey, þetta er gaman, ég fíla þetta, ég fíla þessa hnébeirinu, ég fíla þetta, þú veist, og þeir voru bara djúðlegt sterk maður, þú veist, og það peppa mann upp, skilur. Akkurat, eigur sjálfströstið. Algjörlega, þannig, og ég var líka, þú veist, að ég var með strákonum og þú veist, ég var bara svona í elementinu mínu og þá eiginlega svona markaði svona upphæðið að bara, þú veist, já, bara svona öllu sem að ég hef verið að gera síðan. Já. Það fór heilsuboltinn að rúlla. Það fór að rúlla og einmitt var bara lítið snjókott til að byrja með og svona orðið dálítið af svona svolítið stóru snjóhúsi í dag, sko. En menntun, þú ert sálfræðingur. Já. Var það eitthvað sem þú hafðir stemt að lengi eða eitthvað sem þú bara svona óvart fórst í eins og sumir? Já, eiginlega, ég vissi eiginlega ekkit hvað ég ætlaði að gera eftir MR og mamma var eitthvað svona, já, hvað með lögfræði eða, þú veist, eða sálfræði og þú veist, ég hef oft sagt að sálfræði valdi mig, þú veist, ég er hlustari, þú veist, ég hlusta á fólk og þú veist, var einmitt svona úrræðagóð og svona, já, og er með, þú veist, mikla tilfinningagreind, þú veist, veit það alveg að ég er með það og þannig að þetta bara lá bara, já, það var eitthvað bara no-brainer, sko. Æðislegt. Já. En hvað kom til að þú fluttir svo til Danmerkur? Þú ert búsett þar, eða ekki? Jú, ég er búin að búa þar í 15 ár. 15? Já, síðan 2009. En sko, við erum búin að búa mikið erlendis eiginlega bara síðan 2000. Af því að maður mér fór í nám í Edinborg árið 2000 og var þar í arkitektanámi alveg að verða 7 ár. Og ég fór 2 til lands og senkaði eins náminu mínu, var hjá honum í ár, eitthvað 2002, 2003, eitthvað svo leis og svo var ég aftur hjá honum eftir ég kláraði sálfræðin á Íslandi, þannig að við vorum í fjarsambandi og síðan fór ég sjálf í master í heilsusálfræði í Guildford í Surrey í Bretlandi og svo fluttum við bæði heim 2007. Allt að gerast á Íslandi, partíið alveg í botni, bara ekkert mála að fá vinnu og eitthvað, þú veist. Svo bara kom 2008 október og Guð blessaði Ísland og eitthvað og maðurinn minn arkitekt og ekkert að gera, skilur, enginn að byggja hús og eitthvað. Og þá stakk hann upp að ég að fara til Danmerkur. Ég sagði, minnst þetta svo glatað, þú veist, ég bara Köpen, allir búið í Köpen og eitthvað. En svo er nú ekki búin að búa lengi, ég bara, heyrðu, hér ætla ég að vera. Ok, og það er bara æðislegt. Æðislegt, sko. Ég get alveg sagt, sko, frá svona nóvember fram í mars er ekki æðislegt. Það er bara kalt og þú veist, maður er að hjóla úti í einhverju rigningu eitthvað, en þú veist að svo kemur apríl og þetta verður næs fram í október. Já. Við hefum nú eina sameiginlega vinkonu sem býr þarna úti, Herdís. Já, akkurat. Hún setur stundum inn á og við erum svona snapphóp og þú veist, voruð er svo miklu fyrr að koma í Danmörku, maður er alltaf bara öfundauð sko. Já, ég sé það einmitt núna, sko, munurinn á gróðrinum, þetta er alveg svona 2 mánuðum og undan þar, sko, það er allt orðið grænt, það komið lauf á öll tré og allt orðið grænt og þú veist. Hérna snjóaði bara í síðustu viku. Já, hér er bara allt gult, en þá, sko. Já. Akkurat. Ok, þannig að þú ert bara, finnst þú orðin pínu dönsk? Nei, ég ætla bara, ég ætla að vona ekki. Danir eru,
þú veist, það margt hægt að læra þeim og ég hef lært mikið gott að þeim og þú veist, eins og stundvísi og þú veist, og skipulag, þú veist, og maður sér það svona munurinn á Íslendingum, þú veist, með skipulag, þú veist, nú er ég mikið beðin að koma í viðtöl og svona, það yfirleitt fyrirvarin sko allt frá svona hálftíma upp í kannski sólarhring á Íslandi. Þú veist, en þegar þú ert eitthvað skipuleg eitthvað í Danmörku, það bara margra vikna, þú veist, og bara hér, bara getur hérna miðvikudaginn í viku 28, þú veist. Ég tala svona í vikum eins og svíjarnir. Akkurat, þú veist, ég er kannski í viku 5 bara, já, veist, ég held ég sé laus, þú veist. Þannig að þú veist, það er alveg gott þetta, einhver millivegur hann á milli, sko, þú veist, það sem að þú færð kannski smá tíma líka til að undirbúa þig, það er líka annað, þú veist, maður er beðin að koma í viðtal og ég vil gera það vel og svona, þá þarf ég að fá smá tíma til þess að melta hvað ég er að fara að tala og kannski að setja það niður fyrir mig og eitthvað, þannig að hérna, já, þetta er svona, við mögum læra ýmislegt að dönum og þeir mögum læra ýmislegt að okkur, en ég allavega, ég er stundvís og hérna, og þú veist, og nýtin og svona, já, ég held að svona ýmislegt smitast á mig, en vonandi ekki allt, því að þeir geta verið alveg rosalega ferkantaðir og ósveigjanlegir og já. En tekur eftir einhverju mun á heilsuhegðun milli þjóða? Já, mikið. Já, sko, þeir sko, þú veist, þú valla finnur Dana í yfirþyngd í Kaupmannahöfn. Það er bara, og þeir leggja rosa mikið, þeir sko, er alltaf að tala að vera grannur. Þú veist, það er rosa þing hjá þeim, sko. Þú veist, mér finnst ekki nógu mikil áhersla hjá þeim, svona, þú veist, ok, að lifta. Þeir eru rosa mikið að hjóla, náttúrulega. Og þeir eru líka svona á reisir hjólum, skilur. Þannig að þetta er stór kúltúr, þetta hjóladæmi hjá þeim. Og rosa mikið sjósund, það er rosa stór menning, sjósundmenningin. Alveg svona stór svona svæði, það sem að er, þú veist, fólk fyrir sjósund og fer svo í guf og eftir, og þetta er bara rosa fín aðstáð, þetta kostar mikið, þú veist, að vera svona klubb, þú veist, og þeir borða minni skammta, þú veist, þeir eru rosa mikið út að borða, þú veist, það er nánast vonlaust að fá borð í Kaupmannahöfn, skilur, maður er alltaf að fara að borða, bara það er alltaf að panta með 2-3 vikna fyrirvara, og ég manni mig þegar ég flutti, þú veist, að við fórum á, þú veist, hamborgarstað og maður fekk franskar, og svo var sko, er ekki koktelsósa en það er majónes og það var bara einhver svona pínu lítilli dollu og ég var bara, ert að grínast í mér, ég þarf að fá svona 4, skilur, svo bara með tímanu bara, nei, þarf ekkert 4, þetta er bara nóg. Akkurat. Þú veist, hér ert að fá bara, þú veist, einhverja salatskála af majónesu með, skilur, þannig að skammtarnir eru allir svona hóflegri og minni og þeir borða miklu hægar. Og þú veist, þeir leggja frá sig, þeir eru í huggi, þú veist, þeir leggja bara upp úr sem, þú veist, borða í núvitund. Já, þeir eru svona líkari frökkunni með það, þú veist, maður sér það, þeir leggja frá sig hnífapurinn og Íslendingar borða náttúrulega ruglhratt, sko. Ég veit ekki hvert þeir eru að fara, hvert þeir eru að drífa sér, þeir eru svo að missa flugvél alltaf, þeir eru að borða, bara skóplað upp í sig, helst sleppa hnífnum og þetta er bara eitthvað, þú veist, þannig að öll svona hegðun er öðruvísi og ég tek alveg eftir þessu, sko. En svo að þú kemur út á land, þú veist, út á Jótland og svona, þá sérðu fólki öðruvísi holdum og að öðruvísi hegðun. Þú veist, þeir hjóla minna, þú veist, það er ekki hjólað eins mikið í öðrum bæjum eins og Orhús, þú veist, hún er mjög brekkótt, þannig að, þú veist, eða hæðótt, að þeir hjóla minna þar, maður tekur alveg eftir því. Og þannig að, já, svona Kaupmannahafnar Danin er svolítið sér á báti, sko. En að þú varst að segja að það veri áhersla á svona að vera grannur. Finnst þér þá vanta áhersluna á að vera heilbrigður? Já, mér finnst þeir leggja of mikla áherslu á að vera grannur. Sko, ef þú ert grannur, þá ákveða þeir það að þú sért sko heilbrigður. Þannig að þú veist, og það er, eins og við vitum, það er ekkit alltaf raunin, þú veist. Þú veist, hvernig er bara... Heilsa er ekki útlit. Nei, heilsa er nefnilega ekki útlit. Og þú getur verið mjög grannur og mjög bara, þú veist, og hreinlega bara líkamanniðin líður illa að vera svona grannur og að þú getur verið náttúrulega með, þú veist, að háa fitubróstu þó þú sért grannur, en það er svona þetta, þú veist, þeir leggja ekki mikla áherslu á vöðva, finnst mér. Skil, það
það eru auðvitað svona þessi subkultúr, skilur, sem náttúrulega fitness, þú veist, samfélagið og þú veist, og vaxtarrækt og eitthvað svona, en mér finnst miklu meira hér þar sem að fólk að, þú veist, lifta og svona, mér finnst við vera komin lengra með þá svona umræðu, heldur en Danir. Já, hérna bara töff ef að kona vöfast allt. Já, það bara töff sko. Og þetta að koma, þú veist, ég sé mikinn mun eins og í ræktinni hjá mér, ég búin í sömu ræktinni síðan fluttið til Danmörku fyrir 15 árum, þú veist, ég bara ekki farið úr henni og þú veist, ég man, einmitt það einn góð vinkona mín og við vorum bara 2 í þessu kallum svona í buffbúrinu, en ég meina núna þú veist, ég kannski mæti og við erum bara konur í skottrekkunum sko, þú veist, þannig að það alveg stór munu, þetta að koma, þú veist. Crossfiti kannski færði svolítið liftingarna til almennings líka? Já, og það náttúrulega stórt crossfit samfélagana, mjög stórt og stórt svona keðja, þú veist, og Butchers Lab mjög frægt, þú veist, CrossFit Gym og svona, já, algjörlega. Æðislegt. Sko, þú hefur fókusað svolítið mikið á konur á bestaldri. Já. Bestaldri segja, því að okkar aldri. Það við erum á bestaldri. Erum á bestaldri. Og hérna varðandi æfingar og næringu. Ég hjó eftir daginn að tala að vættum alls ekki að æfa fastandi. Og ég akkurat búin að vera að spá í þessu síðustu árna, prófa mig áfram. Hvað getur þið sagt okkur þetta? Af hverju eigum við ekki að æfa fastandi? Já, sko, að því að þú veist, konur sem eru komnar í, þú veist, þetta forbreytingaskeiði eða eru á breytingaskeiði, að líkaminn að ganga í gegnum svo mikla breytingar og það mjög hátt kortisol stig hjá okkur. Sem streituhormón. Já, sem streituhormón. Eða sem í rauninni hormón sem að við erum alltaf með, skilur við erum með kortisol þegar við förum að æfa og við erum með kortisol bara þegar við erum vakandi, þú veist, það bara heldur okkur vakandi, bara kortisol og adrenalín, en í of miklu magni þá verða, þú veist, hefur það neikvæð áhrif á líkamann og þegar við erum líkamann að gangast undir þessar breytingar í gegnum breytingaskeiðið, þú veist, að estrogen að lækka og testosteron að lækka, að hann upplifir streitu. Þannig að þegar við förum að æfa á fastandi maga, þá erum við sko áfram í streitukerfinu. Þú veist, það að vera fastandi, föstur eru streituáriti og það ekkert margir sem átta sig á því. Þannig að við erum að fara sérst fastandi og ekki með neitt í tanknum og svo förum við að æfa og við vitum það náttúrulega að æfingar við erum að brjóta niður vöðvana á æfingu. Þú veist, ég að búa til hólu í vegginn, þú veist. Síðan þarf ég að fylla upp í hóluna eftir á og þú veist, það gerum við með fóðrinu og hvíldinni og þú veist, og þá þeir að gera við sig. Þannig að þegar við, og æfingar eru nefnilega eðli sínu streituáriti. Þú veist, og gott streituáriti en streituáriti enga síður. Þannig að við erum sérst í streitu, bara verandi á breytingaskeiði, við erum í streitu hafandi engan mat í maganum og förum svo inn í streitu að vera að æfa. Þannig að við erum komin í þrefalda streitu, búin að keyra kortisolið upp í rjáfur. Marga konur til dæmis bíða til hádegis með að borða eftir æfingu líka, þannig að hólan sem komin í vegginn fær ekki enga fyllingu. Þannig að sko þetta verður bara að einhverju disaster, þú veist. Svo skilja þær ekkert í því, byrju ekki, akkur ég að fá alltaf þessa fitusöfn og kvið, vegna þess að kortisol veldur fitusöfn og kvið. Kortisol bara í of miklu magni, bara líkaminn hræddur, hann fer að venda æxlunarfærin, hann fer að venda, þú veist, þetta svæði hjá okkur sem mæra svo læri og fer bara að safna fitu þar, því það bara hans leið. Því ok, hér bara massív ógn og hvað ætla ég að gera? Og þannig að þær fara að fasta ennþá meira og æfa ennþá meira, skilur, bara gerir meira kardió eða þú veist, ég fasta bara þá til 1 eða 2 eða borða bara eina máltíð á dag því að þú veist þessi malli bara stækka og skilur, þannig að maður bara þarf að þess að toga konu niður og nei, heyrðu, prófum hérna að setja smá prótín og kolvetni, þarf ekki að vera mikið, kannski bara 150 kaloríur, þú veist, ef þú æfa til þess 6 á mótana, það ekkert að vera vakna klukkan 3:30 til þess að fá þér hafragraut og láta hann meltast í kerfinu og eitthvað skilur, þannig að bara kannski 2 hrískugur og smá prótíndrykkur og bara málið dött og svo bara ferðu og steitt banani eða eitthvað og kannski 1 egg eða eitthvað, þú ert með smá, skilur, þannig að þú heldur ekki að draga orkuna, því ég meina
lyftingar eru, þú veist, það sem heitir glíkolítískar í eðli sínu, það draga í sig, þú veist, það nota glíkóken, það nota glúkósa, það nota kolvetni. Ef við erum ekki með það, hvert fer hann þá? Nú bara, hann brýtur bara niður vöðvana, nær bara í aminosýrur úr vöðvunum og þannig að þá ertu komin í vöðvaniðurbrot, vöðvarnir sem þú ætlar að byggja upp á æfingunni, plús það, og svo ferðu af æfingunni og þetta ekki með neitt í maganum og þú ætlar að fasta til hádegis og þannig að þeir eru heldur ekki að fá prótín eftir æfinguna, skilju, og ég sé alltaf reynda að dundra í því einhverju mjög fljótlega eftir til að hefja viðgerðarferlið. Þannig að allt þetta í kringum föstur og konur á breytingaskeiði er bara, ég segi bara nei, alls ekki. Einmitt. En hvað, já, þú veist, fasta, þannig að segjum bara einhver kona sem að er á þessu, bara þessum á okkar aldri og er að hreyfa sér reglulega. Þannig að númer 1 kannski bara alltaf að fá sér eitthvað smá fyrir æfingu, bara til þess að hafa eitthvað á tanknum og auka ekki streituna í líkamannum og fljótlega eftir prótín og kolvetni líka. En hvað finnst þér þessar sólarhringsföstur sem að vera að taka svona á og til og ertu þá líka að segja að það sé líka of mikill streituvaldur kannski? Beinar þá konur á breytingaskeið myndi gera það? Já. Sko, það er kannski svo sem ekkit að því en þú veist, hver tilgangurinn? Þú veist, er það fyrir þetta autophagy, þú veist, sem er þetta sjálfsátt frumna, þú veist, sem að er talað það, þú veist, það er bara rannsóknir sína það gerist mikið þetta, þú veist, þessi endurnýjun á öllum frumum þegar við erum líka bara í sko hitaeininga þurrð, skilju, borðum minna, þú veist, í þessu neikvæða orku jafnvægi. Þú veist, það gerist það líka, þannig að þú veist, ég veit ekki alveg hver tilgangurinn væri með þessari 24 tíma föstu, hver er það að reyna að ná? Nei, ég er bara búin að vera að heyra í kringum mig, það er, þú veist, það er verið að pröfa sig áfram með þetta að fasta, 24, jafnvel 36 tíma, þú veist, kannski bæði fyrir skýrleikan í þú veist, kollinum en kannski er það þá bara að hafa samt neikvæð áhrif út af þessari streitu á þessum konum á þessum aldri er ég að tala um það. Já, sko, þú veist, konur þola miklu verð, sko, að svona dropp í hitaeininganeyslu. Þú veist, við þurfum alveg lágmark 35 hitaeiningar per kíló að líkamsþyngd. Þú veist, kallmenn geta fara alveg niður í 15 og þú veist, maður sér það bara, kallmenn þola föstur miklu betur. Þeir eru bara með hormónakerfi sem að, þú veist, er bara miklu stabíla, skilur. Þannig að áhrif á hormónakerfi kvenna er mjög mikið vegna þess að, sko, þegar við erum í föstum og þetta streitu áriti og kortisol er hátt, kólesteról kortisóli mynda úr kólesteróli, kynhormónir líka myndu úr kólesteróli, þannig að það kemur samkeppni kólesterólið og kortisóli vinnur alltaf, þannig að það keirast á niður estrogen og testosteron ennþá meira og oft er þess að konur kannski hormóna, þú veist, uppbót en eru síðan að fasta, þannig að það er kannski að keira kynhormónin ennþá lengra niður með því að vera fasta og þannig að ég myndi alltaf spyrja, þú veist, hver er tilgangurinn með föstunni að því að sko kallmenn virðast fá þennan skýrleika en sko ég heyri miklu fleiri frásagna á konum sem að fara bara í heilaþoku og bara líður bara ekki vel. Ég get alveg sagt fyrir mig persónlega, ég er langt bestir í nærð. Ef ég er búin að fara í gegnum einhverja 5 tíma og ég er ekki búin að fá mat, ég er bara ekkert að hugsa neitt. Já, ég er bara að hugsa hvenær ég næ næstu máltíð, skilur við. Ég get alveg líka sagt að ég hef aldrei verið jafn líkamlega hraust og þegar ég var að borða sem mest, ég var að æfa en ég var að borða til að verða sterk. Þú veist, þá passa maður svo mikið að borða nóg fyrir æfingu, nóg eftir æfingu og vera alltaf með okkur tanknum. Og þá náði ég svona líkamlega, hvað segir maður, mínum besta líkamlega árangri og varð sterkari, þú veist, og hraustari. En svo náttúrulega á móti kemur að maður það líka vera andlega hraustur þegar ég tala svo mikið um þessa heildrænu heilsu, sko. Þannig að ég persónulega myndi alveg freka vilja vera andlega hraust í jafnvæginu, skilur, ekki of líkamlega hraust en að kosti mann andlega og heldur ekki of andlega hraust þannig að maður hugsa ekkert um líkamlega heilsuna, skilur, heldur finna einhvern svona milliveg þarna. Já, og það er, ég myndir ekki segja sko skilgreina heilsu sem það að lífi sé í jafnvægi. Jú, hvað er heilsa fyrir þér til dæmis? Já, sko, heilsa fyrir mér eiginlega jafnvægi, vegna þess að sko, þú getur litið, þú veist, þú getur verið í
geggjuðu formi, þú veist, litið út bara, þú veist, þú ert bara köttuð og þú veist, en þér getur liðið ömurlega og það bara, þú veist, ég veit að persónlega reynslu, ég veit að bara af, þú veist, reynslu minni gegnum bara fitness heiminn, að þegar þú ert sem grannastur, skornastur, þú veist, þá ertu það sem að samfélagi myndi segja flottastur, en það allt í skralli, skilur, það ekki jafnvægi, vegna þess að þú ert búin að vera að æfa það mikið, að það hefur kannski bara bitnað á sambandinu við, þú veist, þína nánustu, kannski ekki sinna heimilinu eins vel, maður sér það oft til dæmis hjá fólki sem komið, þú veist, kannski að fara að keppa í fitness eða vaxtarækt, það allt í drasli heim með það. Þú veist, þau hafa bara ekki orkundist taka til, skilur, eða eru bara svo mikið í ræktinni að þú veist að þau eru bara ekkit mikið að, þú veist, að taka upp ryksugguna og allt þetta. Þú veist, fjárhagsleg heilsa, hvernig hún? Þú veist, ertu að eyða rosa miklum pening í alls konar bætefni og pillur og drasl og æfingaföt og þú veist, hitt og þetta, þú veist, ljósabekki og hitt og, já, nákvæmlega og þú veist, þú bara farið bara, þú veist, þarna getur við teikt þetta bara alveg út yfir, sko, mjög margt og ekki bara tengt einhverju fitnesskeppnum, heldur líka bara, þú veist, allt svona útlitstengt, skilur, og það að hafa áhrif kannski á því, þú veist, þinn fjárhag, að þú kannski átti ekki svo mikið fyrir bara, þú veist, þínum lífsnauðsynum. Þannig að við erum með margs konar heilsu og ef það þú veist, mikið ójafnvægi að þá ertu ekkit sérstaklega heilsurhraustur og maður þarf að finna einmitt hvað líður líkamanninum vel og líka þannig að þú veist, þér líði andlega vel að því að einmitt, maður veit að maður orðin mjög grannur, þá bara, þú veist, þá ertu náttúrulega auðvitað að borða á lítið sem hefur áhrif að það að heiliðin ekki að fá glúkósa, þú veist, þannig að þú upplifið bara heimskan, skilur þú veist, þú bara og þú bara viðbrastími lengri og þú veist, og það kemur þessi svona mikli matarfókus, þú veist, og ég sé þetta ekki bara hjá fólki sem grannt, ég sé þetta bara líka af mínu skjólstæðingum sem hafa farið í gegnum marga alls konar megrunarkúra og mataræði og hitt og þetta bara með mat á heilanum. Hvað á ég að borða? Hvenær á ég að borða? Hversu mikið á ég að borða? Þetta í lagi? Þetta hollt? Þetta ekki hollt? Þú veist. Og ég þarf ofta að toga, þú veist, sérstaklega konur og bara, heyrðu, bara, þú veist, fá þig 2 vítabyggskupa, skilur. Hver sagði það og getur bara fengið 1? Og þú veist, þetta svona ýmislegt svona sem að maður svona þarf bara einhvern veginn að fletta ofan af alls konar mýtu. Já, nei, ég borða ekki kolvetni. Nú, akkur ekki. Já, það var einhver sem sagði. Það þessi setning, það var einhver sem sagði. Ég bara, já, ok, einhver sem sagði, ég finn það ekki að PubMed. Þú veist, það var eitthvað sem ég heyrði í saumaklúbnum eða skilu, þetta svo mikil umræða og fólk pikka bara eitthvað upp og fylgir bara einhverju og þú veist, og án þess að pæli hvað áhrif hefur það á líkama minn. Hvað áhrif hefur það á líkama minn að sleppa bara algjörlega kolvetnum. Nú, hann verður óskilvirkur oft í að ferla kolvetni, þannig að þegar fólk byrjar oft aftur að borða kolvetni, þá sjálfsögðu dregur það í sig vökva. Þú veist, það misti fullt af vökva, hélt að það væri að missa fullt af fitu, misti bara fullt af vökva þegar það sleppti öllum þessu kolvetnum, að því að 1 gram af kolvetnum dregur í sig 3 gram af vökva. Þannig að svo gefst það upp á því og langar að borða aftur kartöflur og hrísgrjón, opp, nú bara búin að þyngjast og ég bara, þú veist, finn það, það eitthvað komið meira utanum þetta, ég átti bara vökvi, en fólk heldur, ég búin að fitna, þú veist, þannig að, nei, heyrðu, þetta þessi bannsettu kolvetni, bara út með bananan, þú veist, þannig að það bara svo mikið í gangi og svo mikla mýtur og allir eitthvað að prófa hitt og þetta og fólk bara einhvern veginn sem það bara, þú veist, það verður svona eins og íkorn og amfetamíni, skilju, það bara, þú veist, það bara eldir eitthvað og svo bara eldir það næsta og skilju, það bara einhvern veginn, já, algjörlega að leita quick fix. Já, það í quick fixinu. Það nefnilega nákvæmlega málið. Það þessi rosa óþolinmæði og bara átta sig á því að fitutap gerist hægt. Þyngdatap getur gerst hratt. Ef þeir eru drullusamur svo vöðva, þú veist, og vökva og allt, bara farðu bara, þú veist, slepptu öllum kolvetnum og taktu bara fullt af brennsluæfingum og eitthvað skilu. En ef þeir andum vöðvana þína og andum líkamsamsetninguna, það bara gerist þetta hægt og rólega, þú veist. Ég meina við erum ennþá með rófubein. Líkaminn okkar vinnur ekkert rosa hratt.
Nýkomin af öpum, sko. Já. En hver eru þá, sko, þín helstu ráð til einhver sem í þessum sporum núna, bara endalaust að prófa nýja og nýja megrunarkúra og alltaf að leita einhverju kvikvist, hvar á viðkomandi að byrja? Senda mér tölvupóst. Já, það í sálfræði tíma hjá Röggunagla. Já, ég fæ bara til mín alveg ógrinni á svona skjólstæðingum sem eru bara algjörlega lost einhvern veginn og eru bara komni í svona mjög óheilbritt samband við mat. Þú veist, og það fyrsta sem ég ger að koma reglu á máltíðir. Það bara, þú veist, ég sé það bara, ég vil bara það máltíða minnstir bara einhvern veginn all over the place. Suma daga bara eitthvað að borða 2 og suma daga bara vera að geta allan daginn og þú veist, þannig að maður þarf svona bara, setja upp smá strúktúr hérna, sko, þú veist. Ég vil byrja á morgumatnum, þú veist, ef að kona ekki að borða morgumat, þá ég bara, þetta bara ekki samningsatriði hér. Byrjaði á einhverju, byrjaði bara smátt. Svo förum við bara svona auka flóruna og auka fjölbreytnina og þú veist, eitthvað sem við getum prófað, þú veist, eitthvað ný matvæli sem þið langar til að prófa lengi, eitthvað græmmiti sem við getur hugsaðar að elda og síðan að þú veist, að svona taka svolítið þessi skref, hvað þarf það að gera til þess að þetta gangi aðeins svona smurðara fyrir sig. Þú veist, það gengur fæstum vel ef að þú kemur heim klukkan 6 á kvöldin og það ekki búið að versla og það ekkert til og þú veist, hvað ert að fara að gera út glórhungruð, alltaf að ringja á þessa pítsu, skilur við, eitthvað svona sem tekur engan tíma, en hvað getur þú gert þess að auðvelda þér heilsuhegðuninni í framtíðinni, þú veist, hvað mun framtíðar þú þakka þér fyrir að gera þetta og þú veist, yfirleitt það til dæmis að prótingjafar taka svona, þú veist, þeir eru vesen, skilur, við þurfum að elda kjúklingabringuna, við þurfum að, þú veist, grilla nautasteikina, þú veist, við þurfum að sjóða eggin, þannig að þú veist, geturðu gert kannski, þú veist, ég tala svona ofta eldi í bunkum. Já, gera á sunnudögum kannski bara meal prep svona. Já, gerðu, þú veist, eða ef þú ert að elda í kvöld, þú veist, gerðu 2-faldan skammta hrísgrjónum, eigðu það á morgun, gerðu, þú veist, í staðin fyrir að setja bara inn kjúklingabringur fyrir fjölskylduna, þú veist, það hvort sem kveikt á ofninum, þú veist, hvort sem með sundun á þér, bara settu inn annað fat af kjúklingabringur, það átt hana bara til. Svo kemur heim á morgun, klukkan 6 og bara, hello, ég á hérna tilbúin hrísgrjón, ég á tilbúin kjúklingabringu, þú veist, það verður allt einhvern veginn bara miklu auðveldara, skilju. Þannig að þetta svona, ég líki svo oft saman við að spila hérna curling, hérna þessa skrýtnu íþrótt sem við sjáum oft á vetraolimpíuleikunum, það sem einhver að skúra og svo kemur einhver og hendir einhver svona unity einhverju og það bara slætar niður brautina. Þannig að hvað þú að gera í dag sem að þú bara skúra, þannig að morgun bara slætar í heilsuhegðun. Þú veist, þetta maður ætla að fara að æfa klukkan 6 á morgun, hvað ég að fara að gera? Alltaf að fara að taka fötin mín fram. Ég ekki að fara að vera einhvern klukkan 5:30 og lita sokkum, þú veist. Þannig að, þú veist, hvað get ég gert til þess að auðvelda mig lífið? Þannig að þú veist, þetta skiptir máli. Síðan skiptir máli líka að skoða eins hugafarið. Þú veist, að því hugur stjórnar hegðunni. Þú veist, hvar ertu, þú veist, hver þín svona afstæða gagnvart mat? Af hverju ertu hrætt við ákveðin matvæli? Þú veist, af hverju ertu búin að djöfla að gera eitthvað ákveð? Þú veist, og þurfa svolítið að vinda ofan af, þú veist, yfirleitt á árum, jafnvel áratugum af alls konar megrunum, matakurum. Ég verið með konur hjá mér sem voru sko sendar á einhver námskeið sko 8 ára. Skilur, þá byrja að tala við þær þegar voru sko 4-5 ára, þú veist að það nú væri það orðnar á feitar eða haldi í við þar mat eða skilur, þetta er áratuga löng barátta einhvern veginn við mat. Og þú veist, og hvað gerist síðan þegar þú ert að, þú veist, klukkan 10 á kvöldin alein einhvers staðar í þvottahúsi og ert búin að slátra öllum lakrísremunum. Mögulega kannski bara því þú ert svöng. Þú borðaðir ekki nægar máltíðir yfir daginn. Þannig að ég sé alltaf regla á máltíðunum númer 1, 2, 3. 3-4 staku á máltíðir, eitthvað snarlinn á milli. Þú veist, reynum að komast allavega þangað. Prótín, bara ekki undir 100 gram á dag. Þú veist, og finna bara sem ég langar ekki í þetta, þannig að ég er bara sött. Akkurat, borða sér sattan í hverju máltíð. Svo gott, svo gott að vera sött. Já. Nákvæmlega. En vöðva uppbygging, af hverju svona mikilvægt að rífa í orðnin?
Vegna þess að vöðvar eru líffæri langlífis og vöðvar bara að vera með vöðvamassa, það bara hækkar grunbrennsluna, það kemur bara stjórna blóðsykurinn, það er, þú veist, það er betra hormónajafnvægi, það líka bara eykur sjálfströstið, þú veist, að bara, ég get liftað en stingri en í síðustu viku, það þýðir ég bara ekkert saman manneskjan, þú veist, ég bara, og bara, þú veist, að finna þetta, og þú þekkir þetta alltaf, þú veist, maður bara reyrir á sig strappa og allt í bara, þú getur maður bara lift einhverju, þú veist, hlassi af gólfinu, þú veist, stendur með þetta og bara geta, þú veist, að vera líka bara, við erum, þú veist, við erum svo skilyrt að vera alltaf sætar og stiltar og prúðar og duglegar og eitthvað, þú veist, þarna inn í tækjasalnum, þú veist, ég bara, og bara konur, bara, þarna erum við bara ljótar, þú veist, við erum bara að gretta okkur og gefla okkur og það heyrist í okkur og það er bara læti og þú veist, þannig að við förum svolítið út úr líka þessari staðalmynd að vera einhvern veginn bara alltaf minni og penar og eitthvað skilu, bara að taka meira pláss og þú veist, það að vera með vöðva sérstaklega, þú veist, þeir komumst einmitt á besta aldur og inn í breytingaskeiði, styrkjaðu beinina því ég meina við höfum hætt á beinþynningu þegar estrógeni lækkar. Estrógen gegnir hlutverki í samdrætti vöðva. Þannig að þú veist, þegar estrógen lækkar og við erum ekki að sko rífa í járnið, að þá við þurfum þetta utanakomandi áreiti til þess að viðhalda vöðvunum. Og það er bara þunga lyftingar og við missum, sko, við konur erum með, þú veist, við þurfum að vera, þú veist, í svona þessum 6 til 10 repsum, þú veist, við þurfum það þarf að vera svolítið þungt, við erum ekki í þessu, þú veist, hringþjálfunar 30 reps með eitthvað, þú veist, og svo bara hvíla á milli setta, bara svolítið svona bara kraftliftinga, bodybuilding stæl. Það hentar okkur mjög vel að, þú veist, fara að því að sko svona hringþjálfun oft keyrir bara kortisol allt og hátt. Þannig erum við sko bara stutt átök, svo hvíld, svo stutt átök, hvíld, þannig að við erum svona að vinna með þetta jafnvægi, þú veist, að við keyrum kortisólin niður í hvíldinni. Ég sé oft bara konur er eitthvað sippa, að gera burpees eitthvað í, þú veist, ég bara, hei, þú ert að vera að hvíla 1 til 2 mínútur, svo þú getur tekið þessa þyngd aftur í næsta setti. Ef þú getur það ekki, þú veist, ef þú þarft að stytta settið, þá ert ekki að fá eins mikið lót á vöðvan sem því þú ert ekki að byggja upp eins mikið vöðvamassa. Og þú veist, það myndi enginn segja mig að ég sé eitthvað stór og mikil, skilur en þú veist, ég er búin að lifta í 27 ár og ég er með, þú veist, fullt af vöðvamassa þú veist, þannig að þessi mýta að við verðum eitthvað bara stórar og breiðar og bara allt í einu þurfa að nota handfrjálsan búnað og labba á hliði gegnum hurðir, skilur, það er bara ekki að fara að gera, bara gleymdu hugmyndinni þú veist, og þú vaknar ekkit bara einn daginn bara opp og lopp, ég kemst ekki neinn föt að því með svona stóra latsa, þú veist þetta er ógeðslega erfiður og langur og prósess að búa að byggja vöðva. Já, sérstaklega og hjá konum, við erum mun lengur að byggja. Miklu lengur. Við erum með lægra testosterón, við erum með lægri kreatínbyrðir, bara konur taki í kreatín og þú veist, það er allt sem að einhvern veginn svona vinnur á mót okkur og maður finnur það líka og þú veist, maður dettur aðeins út, vöðvarnir eru rosa fljótir að fara af okkur. Þú veist, líka, menn, þetta er orkufreku vefur og hann er bara, hei, ég nefnir ekkert að hafa þetta, skilju, ef þú ert ekki með utanakomandi áreiti sem eru lyftingar til þess að viðhalda honum, þá bara losa hann sig við það bara mjög hratt. Use it or lose it. Já, nákvæmlega, það því bara læri grunnbrennsla og þannig að það er allt og það er bara eitthvað svo gaman að lyfta. Ég er sammála. Já, þetta er skemmtilegasti tími dagsins fyrir mér. Já. Æðislegt. En að því varst að tala um kreatín, ég veit að örugglega margir sem voru að hlusta voru að spæja af hverju þurfum við að taka kreatín? Já, sko, eins og ég segi, við erum með 70% lægri byrðir af kreatín heldur en kallmenn og þú veist, bæði kallmenn og konur að taka kreatín. Kreatín er, þú veist, það gegnir, þú veist, þetta er mest rannsakaðasta bætiefni á markaðnum og það bara virkar, þú veist, það er bara allar rannsóknir sem sýna það virkar. En skiptir máli hvernig kreatín? Já, kreatín monohydrate. Það er bara, þú veist, og þetta er tiltölulega ódýrt bætiefni, þú veist, ein svona dolla, hún duga manni, ég veit ekki, 6 mánuði örgulega meira, sko. 3-5 gram á dag, þú veist, hendir þessu bara í þig fyrir æfingu eða meðan þú æfir eða eftir æfingu, þú veist, þetta er svona rannsóknir sína, þetta er best svona í kringum æfingarnar. Ef að það gleymist þá bara einhvern tímann dagsins og ef þú ert ekki frá æfingu, þá bara skiptir einhver máli, bara einhvern tímann dagsins. Þannig að þetta er bara að halda svona þessari kreatín mettun. Og svo eru margir sem spyrja, geti ekki fengið bara kreatín úr, þú
þú veist, bara matnum. Bara mjög rauðu kjöti allan. Jú, þú veist, þú færð það alveg úr rauðu kjöti og það þú veist, það í kanínu, kjúklingi, en þú þarft að borða, sko, ég man ekki að þetta er 2,5 kíló kanínu á dag eða 2 kíló kjúklingabringum eða 1,5 kíló nautakjöti, skilur, þú veist, það er enginn þar. Nei, og svo fer þetta vist úr þegar við eldum kjöti. Já. Þannig að ef við eldum það mikið, þetta er bara ekkert raukt, þá er mjög lítið kreatín eftir. Akkurat. Það allavega er ég nýbúin að koma að stað. Það getur bara vel passa, sko. Já. Þannig að þú veist, það að taka þetta aukalega, þú veist, ég hef tekið kreatín alveg bara frá, held ég bara 1999, sko. Já, alltaf. Og þú finnur svona mun, þú veist, bara, það er ekki að taka, þú veist, það var alltaf svona fólk bara að hlaða kreatín og eitthvað, það er bara, þú veist, það er bara mýta sem á heima á þjóðminjasafninu, sko. Þannig að bara 3-5 gram á dag og þá finnuru mun eftir svona 3 vikur. Já. Og þá bara eitthvað svona allt í henni bara, wow, hei, þetta er bara, ég get bætt þyngd hérna á stöngina, ég get gert hérna auka reps eða skilja, þetta er ótrúlega skemmtilega bætingar sem maður finnur. Akkurat, sko í íþróttafræðinni hinn í gamla daga þá vorum við að læra með kreatínið en þá voru einhverja rannsóknir sem maður sýndu að það var ekkert það mikill munur en það greinilega nýjar rannsóknir í dag en það sem það bætti aðalega var líka svona sprengikraftur. Já. Veist, svona stutt, snörp. Já, svona... það er nefnilega og það er það sem gerir í liftingunum, þú veist. Þetta hraðar ferlinu, sko, þetta ADP yfir í ATP, þú veist, svo sem við gerum fræðilega og hleður inn þessir kreatínfósfat byrðir inn í frumunni. Og þú veist, þetta eru þessi stuttu snörpu átök sem eru mitt liftingarnar eða sprettir en þetta hefur ekki mikil áhrif á til dæmis í langklaup eða það er svo að nota meira þess að súrefnistræði. Akkurat. Þannig að þetta er meira sko, og síðan er bara að fara að skoða kreatín eins og með áhrif á minni. Já. Sérstaklega hjá eldra fólki og þessna hjálpar líka hjá konum á breytingaskeiðinni við heilaþoku. Nýleg rannsókn sem að er kreatín og þunglyndiseinkenni. Þannig að kreatín hefur miklu víðtækari áhrif í líkamannum en fólk gerir sig grein fyrir. Þannig að fara að skoða þetta í öðrum svona demografíum heldur en bara fólki sem er að lifta eða æfa. Já. Ok, áhugavert. En er einhver önnur bætiefni sem að naglinn mælir með? Já, L-glútamín, það er aminosýra sem að finnst í mestu magni í líkamannum og hennar líki hlutverk er að bæta ónæmiskerfið. Og sterkt ónæmiskerfi að því að sko kortisol veikir ónæmiskerfi og þegar við erum að æfa mikið þá þú veist getur oft ónæmiskerfi orðið veikt og það er til dæmis eitt svona einkenni á því að fólk sem kannski komið í svona einhverja ofþjálfun þú veist ef það er að pikka mjög mikið upp pestir og svoleiðis að styrkja ónæmiskerfi í gegnum L-glútamín síðan er magtein eða magnesíum þrjánat ásamt L-theanín og ég veit að ég er að tala eitthvað bara algjör hebresku núna en það er sérst að taka magnesíum fyrir svefnin og þetta magnesíum þrjánat það fyrir gegnum blóðheilaþröskuldin þannig að það hefur áhrif á minni þetta er eina magnesíum sem fyrir gegnum þennan blóðheilaþröskuld og þú veist þetta er tiltölulega nýtt form af magnesíum maður getur líka nota magnesíum glísínat það er svipað, það fyrir endur ekki gegnum blóðheilaþröskuldin en það sem gera er það sem að magnesíum að róa niður taugakerfið, slakar á vöðvonum þannig að við öðlumst þess að rói í líkamanum fyrir svefnin og L-theanín er sérst virka efni í grænu te og það róar okkur líka niður þannig að þetta tvennt saman er bara alveg dundur blanda fyrir svefnin og við vitum hann bara svefnin er bara botni píramítan sem kemur að heilsuæðun Akkurat. Þannig að huga svefnin, þar gerast viðgerið, það gerist þú veist, bætingarnar og þú veist, það er bara hreinsun í, þú veist, í höfðinu og þú veist, í heilanum hann að vinsa úr þú veist, óþarfa upplýsingar og þú veist, það er komið sko tengsla milli Alzheimer og þú veist, það fólk sofa stutt þannig að allt sem að, þú veist, allt sem að er betri svefn, það er bara, við vitum það, þá erum við vöknum útkvílt, það bara þetta verður geggjað dagur. Já. Það er alveg eitt þáttur hérna hjá mér svefn með Dr. Erlu Björnsdóttur. Einmitt að fara í podcastilnar á miðvikudaginn. Ó, skemmtilegt. Já. Ég mæli með að hérna fyrir þá sem að hún er náttúrulega hafsjóra fóróðleik sko, er já. Algjörlega. En þessi bætiefni sem þú ert að nefna, þetta fælst allt í heilsuheillum Netto til dæmis, eða ekki? Jú, heldur betur. Við erum báðir í samstarfi við Netto. Já. Við erum að
gefa þeim high five hérna. Heldur betur, Netto eru bara algjör, þú veist, þetta er útópía heilsumelsins að fara þarna í heilsugangin og maður sér einmitt muna á sko öllu úrvalinu hér með við Danmörku sko. Meira hér. Guð minn góður að Danmörku bara, þetta er eins og að búa bara í Rússlandi árið 1984 sko, þú veist, þegar að kemur að þessu úrvali, þú veist, þeir eru rétt eitthvað að byrja ykkur vegan, þú veist, þetta er óttalega lélegt sko, þú veist, þetta er einhver ræmu hilla einhverja lengst bakvið sko, en já, ég er náttúrulega, og ég, þú veist, til þess að vera með fullt gegnsæja þá náttúrulega ég í samstarfi ná, þannig að þetta eru bætiefni sem að finnast frá ná, en auðvitað til, þú veist, eins og kreatíni til frá hverjum sem er og þannig að bara einmitt. Helgjörlega. En hvernig hugsar þú heilsuna? Þú veist, hvað er svona það fyrsta sem að, þú veist, talar svefnin? Já. Er það númer 1, 2 og 3? Já, ég fer alltaf snemma svo. Ég er algjör perri með það, sko. Það er bara 9 er ég komin inn á bað að tannbursta mig og taka magnesium og reyna eitthvað spaslægis að rukkur með einhverjum rukkugremum og eitthvað og ég sko reyna að vera komin upp í rúm og þú veist, lesa pínlítið og svona sopnuð svona, ég er búin að slökka ljósi svona 9:20. Vá, 9:20, 9:30, já. Þannig að já, ég finn það bara, þú veist, og ef ég er í þessari rútínu þá bara gengur allt rosa vel, sko. Ertu að vakna snemma? Já, ég vakna svolítið snemma, sko, þú veist, ég vakna svona 5:36 yfirleitt, sko, og svona stundu leyfi ég mér skriði aftur upp í ef ég er búin að fá morgumat, sko, þannig já, og þú veist, að því maður vakna svo snemma, það er ég bara orðin þreytt á þessum tíma, sko, þannig ég reynir svona að halda rútínu, ég reynir alltaf að passa upp á vatnsdrykkjuna mína, þú veist, reynir að drekka mikið vatn og svo náttúrulega æfi ég yfirleitt allavega 6 sinnum í viku. Já, ég lyfti og svo tek ég svona kardió stuttasnarpar svona hit training eða einhver svona stutta crossfit-æfingu svona 1 til 2 og er að lyfta svona 4 sinnum í viku. Ég er aðalega að lyfta. Já. Og síðan bara passa ég bara upp á félagslífið mitt, þú veist, ég bara fer mikið út á hitti, þú veist, fólk og konur og fer á kaffihús og ég er prjónahóp, nýbyrjuð því. Já, ég sá það hjá Herdísi. En skemmtileg. Já, ég er ólíklegasta konan til að byrja að prjóna og það er svona mín núvitund núna. Þú veist, það sitja yfir sjónvarpinu, þú veist, og það er líka annað, það er svona gæðastundin með manninu mínum, þú veist, þegar við komum heim og vinnu og við borðum saman, það er bara mjög heilög stund hjá okkur. Og síðan, þú veist, ganga frá og eitthvað fyrir alltaf í göngutúr eftir matinn. Það er bara, ef það skýta viður úti, þá er bara eitt stuttur. Já. Skilu, það er bara, segjum þetta alltaf, bara út, við fórum út, hvernig segjum þetta? Það var stuttur en fórum samt, eða eitthvað svona, já. Það hefði mátt miskilja þetta samt. Já, ég veit það. Það er alveg hægt að miskilja þetta allt saman, sko. En það er gott líka fyrir blóðsykurinn að fara í göngutúr. Já, bara meltingin og mér finnst ég bara sofa betur og ég bara svona einhvern veginn ferskari, þú veist. Já, þetta er yfirleitt svona kannski, við ferum í svona max 20-25 mínúna göngutúr, skilu. Þetta er bara alltaf einhvern veginn sömu hringirnir sem við förum og þá bara eru svona eitthvað að spjalla og já, og svo bara horfi ég yfirleitt á svona 1 þátt einhverstaðar prjóna með og þú veist, þetta er bara svona, já, ég held sé bara mjög boring en þú veist, svo inn á milli þá finnst mér rosa gaman að fara að djamma, af því að þú veist, ég djammar í eðli mínu, þannig mér veist, og er svona mikill, þú veist, svona átró, hvað heitir þetta? Extrovert, mikill extrovert og finnst gaman að fara í partí og svona, og þá get ég alveg, þú veist, tekið upp á að vera einmitt bara til svona eitthvað 1-2 en alltaf því ég drekk ekki að þá fólk orðið oft svolítið sósað þannig eittleiti þannig ég læt mig oft hverfa en þú veist, að sinna svona félagslífni finnst mér líka mjög mikilvægt félagslega heilsan er bara alveg mikilvægt algjörlega, já, og maður þarf svolítið að sinna þeirri þörf, hversu mikil svo þörf er og mín þörf er mikil, þú veist, ég þarf að komast út af heimilinu, hitta konur, þú veist, ég nenni ekkert að vera að snuddast með hann og snorra alltaf, skilur þú veist, eins yndislegur og hann er, en þá, þú veist, ég þarf kvennorku og ég þarf að, þú veist, slúðra og þú veist, ég þarf að komast í element. Já. Þú hefur talað aðeins streitu og áhrif streitu á hormónakerfi, það er náttúrulega kannski svolítið það sem vorum að tala áðan varandi breytingaskeið, en almennt bara fyrir alla sem er að hlusta. Já. Hvaða áhrif getur streitan haft á
á heilsun okkar og Já, streita hefur rosalega mikil áhrif á heilsuna og það er, þú veist, það er þetta kortisol og adrenalín og noradrenalín sem losast út þegar að, þú veist, þetta er þessi HPA-ás sem er samspil á milli heiladinguls, undirstúku og nýrnahetnana, að þegar við skynjum einhverja ógn, að þá sendir heiladingull boð niður í undirstúku sem að sendir síðan boð niður í nýrnahettur og þeir seita út, það verður svona eins og sprautukerfi, fyrst kemur adrenalín og svo kemur kortisol og adrenalín og noradrenalín eru svona, þú veist, þeir eru svona frændur, þeir haldast í hendur og áhrif þess að hafa þetta í miklu magni kemur bara í öll kerfi líkamanns og það, þegar þú ert í streitu þá hækkar eiginlega allt, blóðsykurinn hækkar, blóðþrýstingurinn hækkar, öndunin verður tíðari, hjartslátturinn verður tíðari, þú veist, blóði dregst úr maganum út í útlimina, þú veist, þú fari fight or flight, þannig að þú veist, þvagblaran dregst saman, sjáöldrin dregst saman, þú veist, hann fer að spara á svona stöðum sem hann þarf ekki að nota eins og heilastöðin, dreki, hippocampus, hún dregst saman, þannig að sko með tímanu þegar þú ert búin að vera lengi í þessu ástandi og þú veist, við erum í sko þessu svona akút streitu ástandi skilur sem við upplifum bara ef við erum að labba við götu og kemur allt inn í bíl skilur þú veist, það kemur svona þetta akút streitu ástand þar sem að við þurfum smá tíma til að jafna okkur á eftir við erum ekkert þar, við erum í svona alltaf svona yfir baseline í kortisóli áreiti stanslist já, svona eitthvað þú veist, deadline, muni eftir þessu já, er það fundur, já, þú veist já, byrju, þú ert að bara klára, þú veist þetta er svona já, er það að baka 100 muffur fyrir, skilju, þú veist svona endalaust eitthvað svona þú veist, þannig að það er alltaf svona keyra svona pínlítið upp, þannig að kortisol er alltaf svona fyrir ofan baseline og það sem við líka með vill vera í jafnvægi, hann vill vera í þessu, þú veist, þessu homeostasis að við erum ekki að keyra okkur nógu mikið á móti niður í þetta CF-kerfi, þú veist, sem er þetta, þú veist, parasympatíska kerfi, svona rest and digest kerfi. Þannig að við erum svolítið bara svona eins og við erum að vega salt, skilju, sem að vega salt í gamla dag og bara eitthvað sem var miklu þyngri en maður sjálfur, maður gekk bara uppi, þú veist, þannig að við erum bara þar, skilju, maður vill, þú veist, þetta þarf að vera harmoni, þarf að keyra mig niður á móti og með tímanum þegar, þú veist, kortisóli er búin að, þú veist, lúra svona lengi að, þú veist, það byrjar svona smám saman að fólk fyrir að upplifa svona, þú veist, það er svona áhyggjufullt, það er svona einhver innri spenna og svona þú veist, og svo fara að koma einkenni svefnleysi, þú veist, eða svefntruflanir meira, svona fara að vakna á nóttunni, eiga erfitt með að sofna aftur, heilaþoka, minnisleysi til dæmis og það er að því að þessi heilastu, hún er alltaf að skreppa aðeins saman. Þannig að við náum ekki oft í minningar og fólk er bara, þú veist, upplifir kannski svona vera rosa svona utan við sig, þú veist, þegar fyrir að gleyma lyklunum í skránni og er ekki með veski í búðinni og kannski svo kemur bara eitthvað blessa bara ef mann eitthvað heitir og þú veist það er svona skrýtni hlutir og svo fara bara svona minnstu verkefni að verða bara gjörsamlega óyfirstíganleg, þú veist bara að elda kvöldmandi fyrir familíuna, bara hvað ég hafa að ryksuða, bara þú veist bara get ekki stungin í samband, get ekki bara hugsa mér þetta verkefni eitthvað sem var bara ekkert mál áður og það fara oft þegar þú veist þetta fyrir að ágerast að þá kemur svona þetta svefnleysi bara insomnia, þú veist, fólk er bara vakandi á nóttunni og jafnvel sofandi á daginn og þú veist það kemur svona rugl í þennan ás að þú veist kortisóli er á hátt að þú veist að það er ekki eðlilega dægursveiflur í því, það er þú veist að rísa eins á mótnana og við bara svona vöknum og eitthvað, skilja það fyrir að vera hátt á vitlausum tímum dags eins og á kvöldin fólki upplifir oft svona eitthvað svefngalsa, þú veist það bara kannski kemst yfir eitthvað svona þreytu svo bara svona 11 bara óksla vakandi, bara ekki til í að fara að sofa þannig að það verður oft svona brengli öllu háþrýstingur er til dæmis eitt einkenni að því að bara það er búin með ofháan blóðþrýsting diabetes er líka til dæmis þú veist að sykursýki að því að það búin ofhár blóðsykur að því þú veist líka minn er að hækka glúkósan þannig að auka aðgengi að glúkósa að því að við erum að fara í einhverja baráttu en við erum aldrei að losa þetta út skiljan er besta sem maður getur gert að því að kortisol eða sem heitir svona mobiliserandi hormón að besta sem við getum gert er að þú
þú veist, þegar fáum bara, heyrðu það er deadline hérna og þú finnur að þú kemur í streituáriti, hlauptu kringin í kringum húsið. Já, Losa þetta út, eittu þessari orku, komdu svo aftur inn og bara, skal lofa þér, þú veist, betri. En við bara setjum. En hvað með núvitundaræfingar og öndunaræfingar og svona? Já, það keir okkur svo niður í sefkerfi, þannig að við þurfum einmitt að gera það oftar eins og fara í göngutúr til dæmis og horfa í kringum sig. Það slekkur á heilastöð sem heitir mandla, eða amygdala, og hún áhyggju og kvíðastöðun okkar. En þegar við förum út í göngutúr og við gerum, horfum í kringum okkur, það kemur þetta lateral eye movement, þessar hliðarhreyfingar augna, að þá kveikjum við á framheilanum eða parietal frontal cortex og hann slekkur, þessar tvær get ekki verið til staðar á sama tíma. Þú getur ekki verið að leysa eitthvað verkefni og lausna með hugsunahátt á sama tíma úr því áhyggjum og kvíða. Og öfugt. Þú getur ekki verið í einhverju streitu, þú veist, ástandi, og til dæmis ef að þú myndir spyrja eitthvað crossfittara sem í bara miðju, þú veist, bara miðju fran, þú veist, bara að gera eitthvað burpees, bara hefur hvað 2+2? Já. Hann getur ekki náði þessar upplýsingar, þú veist. Hann bara í survival mode, þarna skilur. Þannig að þetta virkar í báðar áttir, en bara fara út í göngutúr, það bæði, þú veist, nýtur orkuna og þú losar út adrenalínu og kortisólið og þú vinnur með heilastöðvarnar að þú virkar aðra sem að slekkur á hinni. Þannig að, þú veist, allt þetta nú við öndunin gríðarlega mikilvægt. Það er ekkert sem róar streitukerfið eins og hæg útöndun. Og það var svo geggjað, ég sá hvað fyrir tilvíðin eitthvað svona ríl eða eitthvað daginn frá eitthvað svona jóka og það var svona dragða andan inn þegar boltinn fyrir upp. Já, ég sé þetta. Já, og svo hann kjurr, þá heldur andanum og svo átt að anda frá þig þegar boltinn fyrir niður. Og ég var að prófa þetta og ég bara, ætlar hann aldrei að fara niður? Ég var ekkert eftir, ég var bara að blása öllu frá mér. En hvað ég fann að ég bara, búm, ég bara róaðist bara niður. Þannig að það sem við höldum þessi hæg útöndun, bara doblaði það. Einmitt. Útöndun á að vera helmingi lengri en innöndunin. Það er hægt að byrja til dæmis á 4 sekundum innöndun og 8 sekundum fráöndun og svo er hægt að lengja þetta. Einmitt. Þetta er eftir svona flestir ráða við í byrjun. Já. Það er sko því að öndunin, hún verður svo tíð þegar við erum í streitukerfi og þetta er bara svo mikil ógn fyrir líkamann því hann er ekki að fá almennilega súrefni. Og hvað, þú veist, við vitum það, við getum verið án matar og drykkjar og eitthvað, hann getur ekki verið án súrefnis nema bara í örskama stund, þannig að hann verður ógeðslega hræddur. En allt þetta sem þú nefnir, þetta eru svona rauð flögg sem fólk virðist hunsa. Algjörlega. Og þetta er bara svo viðvaranir í veðurkerfinu. Það kemur bara eitthvað svona gulviðvörun og þú veist og þú bara nei, trukkast áfram, aldrei að biðja aðstoð, aldrei að segja nei, bara meiri verkefni, vera svo dugleg, alltaf dugleg, þú veist. Og þá bara kemur bara næst bara apsyningulviðvörun, þú veist, og þú ert bara fann að gleyma og þú veist, og þú er enga tíma fyrir því, þú ert alltaf pirruð, þú veist, krakkandi með ekki segja neitt, það er, þú veist, garga á þau, þú veist, út af hún óhamingjusöm, það er til dæmis líka, þú veist, að fólk verður mjög grátgjarnt, það er bara leið líkamans til að losa út kortisol og þú veist, nei, höldum bara áfram og bara fleiri deadlines og fleiri verkefni og alltaf mæti vinnu og alltaf standa sig og þú veist, og hafa alltaf hreinu og vera alltaf með heimili alveg upp á 10 og þú veist, flöffaða púða í sófanum og bla bla bla, skilur, og svo bara, já, heyrðu, hér er bara komin gjör svo vel fárviðri, þú bara stimplaði út úr vinnu núna. Þannig að þú veist, það eru rauð flögg, það eru viðvörunarbjöllur, en við bara hunsum þær. Og það er líka, þú veist, þetta er bara aumingjaskapur, þú veist, akkur ætti ég eitthvað, það er ekkert streita hjá mér, það er ekkert svo mikið að gera hjá mér. Svo fer maður að kafa í þetta, eins og ég með mínu skjólstæðingum, ég bara, já, veist, það er bara fullt af streituveldum í lífiðinu. Þú er bara að horfa á streituna eins og bara svona skúringafötu. Þú kemur bara inn í hvern einasta dag, jafnvel með skúringafötuna hálf fulla vegna þess að þú ert með fyrri áföll, þú kannski lendir í einelti, þú lendir kannski í ofbeldi og kannski ofbeldissambandi eða þú lendir í kynferðslegri áreitni eða þú veist, þú lendir í skilnaði eða þú mistir nákomin eða eitthvað skilu. Þetta tekur þú með þér inn í hvern einasta dag. Svo komum bara dropar hún í skúringafötuna sem er bara deadline í vinnunni og þú veist, það er eitthvað verið að stríða Sigga litla í skólanum með hann í lagri einelti og þú þarft að mæta inn á foreldrafund og svo er erfitt símtali mömmu og eitthvað, þetta eru droparnir. Ef þú tappar aldrei af þér, þá
þá bara fyllist allt. Þannig að fólk oft áttar sig ekki á því að þú veist, já, nei, það er ekkert svo mikið streita hjá mér. Svo bara fullt af streituvaldur, maður fyrir að kafa onni það. Bara benda fólki á það, bara, hér bara streituvaldur. Þú veist, kannski bara sambandið þitt mömmuðin alveg rosalega stór streituvaldur. Kannski bara, þú veist, hjónabandið þitt mjög stór streituvaldur. Þú veist, alls konar sambönd sem eru líka streituvaldar. Þú veist, við vitum það alveg, kannski horfum á síman og einhver hringja maður bara, nei, ég get ekki þetta símtal. Þú veist. Akkurat. En hvað segir þá heilsusálfræðingurinn hérna að hvar á fólk að byrja? Það er svona yfirleitt að fyrsta... Já, í streitunni? Já, bara ef það er að upplifa þetta, bara það er komin hérna gular viðvaranir og absinu gular viðvaranir og blikkandi ljónaljós, rautt í mælaborðinu þeirra. Það er að fækka verkefni. Það er fyrir að fyrsta, þú veist, þú har að halda öllum sem boltum á lofti. Sumir eru glærboltar. Þú veist, börnin er glærbolti. Þú veist, heimilið, þú veist, hvað eru gúmmiboltar? Þarftu að baka þessar 100 múffur fyrir fjáröflununa? Þetta er bara gúmmibolti. Já, en þú veist, ég geti þetta alveg. Þó að þú getir það, er ekki sama sem ekki yfir það að þú ættir að gera það, skilur. Ég er ekkert að gera neitt á laugardaginn. Nei, þú ert að taka tíma frá þér. Öll já er nei við þig. Öll já sem þú segir út af við er nei við þína sjálfsrækt. Akkur ert ekki bara á laugardaginn, upp í sófa og horfðu bara Netflix. Hefur pælt í því að gera ekkert? Nei, þannig að laugardaginn fari að þrífa og þú veist. Þannig að við erum einhvern veginn aldrei að, þú veist, ok, hversu oft getur þú bara keyrt í niður? Ég kem bara með þetta ráði, bara heyrðu, bara kúplaði inn í 20 mínútur, horfðu á eitt þátt. Gerði ekki neitt, þú veist. Ég heyrði einu svona skemmtilega sögu af Dana, þetta er gaman að segja þegar við vorum að tala um munin og það var akkurat þetta, einhver spurði, ertu laus þarna? Nei, ég er upptekinn, ég er búin að ákveða að þennan dag ætla ég ekki að gera neitt. Já, þeir taka svona daga, það er svo geggjað. Sjálfsræktar daga. Já. En það er streitulefili þar, þú veist, ég hugsa að sé minna. Jafnvel þó, þú veist, það er alveg, það góð niður með stress, þú veist, það er alveg kulnun í starfi, þú veist. En og hvað er kulnun í starfi? Því að þú veist, við erum ekkit bara einhverju vakúmpakningu, skilur, við erum ekkit bara í vinnunni. Við erum með allt annað, við erum með alla dýnamíkin í kringum okkur, með öll önnur sambönd og allt annað sem við gerum. Þú veist, og maður er að sjá það er bara, þú veist, það verður að reyna, þú veist, að fara í ræktina kl. 6 á morgnana í spinning og svo bara beint í vinnuna og brjálækir í vinnu og svo bara, þú veist, þetta eftir vinnu og þú veist, og maður bara, heyrðu, þetta er ekki alveg að ganga einna. Er ekki bara hægt að setja sér niður og skrifa niður alla boltana sína? Jú, það er nefnilega að kortleggja streitualdana. Það er vinnan sem ég ger með vinskjólstæðingum. Bara ok, kortleggja streitualdana. Búðu til fötuna, þú veist, hvað er í henni? Hvað kemur með henni hvert einasta dag? Hvað eru droparnir? Hvað er það að gera til að tappa af þér? Að því að fólk er líka oft að átta sig kannski ekki á því að streitulosun fyrir þau er kannski bara búið til hringrásakerfi. Þannig að streitulosun í að fara á djammið eða fá sér sígarettu eða þú veist, fá sér þú veist, nammi eða eitthvað skilur, það oft bara býtir hringrásakerfi af ennþá meiri streitu. Þú veist, sest eitthvað niður og borðar póka bingokúlum, ok. Það færðu matviskubit. Það færðu matviskubitið og bara, ég er búin að klúðra öllu og þú veist, akkur er ég svona og allt þetta neikvæð innra sjálfstal sem er gríðarlegu streituvaldur. Algjörlega. Neikvæð innra sjálfstal, bara rannsóknir sína það, að þú ert að tala við þig, ég er feit, ég er ljót, ég er ömuleg, ég er ekki nógu góð móðir, ég er ekki nógu góð eiginkona, það keyrir upp streitukerfið og við erum bara svona í undirmeðutundinni alltaf að segja þetta við okkur, þannig að við erum með stöðugan streituvald líka. Þannig að það er líka þetta, sína sem er í mildi og þú veist, vera eins bara betri við okkur sjálf og nota aðferði sem raunverulega virka. Öndunæfingar, núvitundina, slaka á oftar, bara blessu, fáði lúr, legðu þig, fara bara upp í rúm og fáði 20 minna kríu, þú veist, ef að líkaminn þreyttur og þú þreytt, þú verður að hlusta á líkamann, þú verður að heiðra, þú veist, hans þörf fyrir hvíldina líka, að því að hvíldin er sjálfsrækt, þannig að þú veist, það getur verið sjálfsrækt að fara í ræktina, það getur líka verið streituvaldur. Þú veist. Það er bara kortleggja hvort það er þennan daginn. Já, einmitt og hvort að jafnvel, þú veist, allar, þú veist, ég ætla að taka þetta í landvættunum þannig ég er á, þú veist, 4 sundæfingum og gönguskíðanámskeið og eitthvað bara,
getur verið að þetta sé bara rosalega stór streituvaldur og sést bara ekki alveg að ráða að vita akkurat núna. Veist. Þannig að það er svona, þetta er rosa flókið og oft, þú veist, maður þarf ofta að toga fólk aðeins bara niður og bara sleppum bara hlutum. Já, en margir eiga mjög erfitt með að hægja á sér. Já. Það er, veist, ég sjálf, það tók mig alveg, ég þurfti alveg að klessa á vegg til þess að. Hvernig voru þín einkenni? Sko, ég var bara svona rosalega grátgert, ég bara grét, en ég var frekar svona fljót upp úr þessu þannig, kannski bara því ég er svo meðvituð, en ég I did not see it coming, ef ég var orðað þannig, það kom mér mest á óvart, og það var held ég bara það að ég áttaði mig ekki að skúringafatta mín var dálítið full fyrir hvern dag, veist, það var alls konar í gangi, skilur. Þannig að þetta tengdist ekkert að endilega vera með ofmarga bolt á lofti bara eins og ég skrifa einhvern pistil eftir þetta og ég túlkaði þetta svolítið bara þannig að ég hefði verið með ofmarga bolt á lofti sem ég var, en það var þetta þú veist, bakpókið minn, skilur, sem að var að íþyngja mér ofan á allt hitt. Ég hefði alveg valdið þessum boltum ef það hefði ekki verið að slega mig. Akkurat. Skilur. Þannig að maður þarf bara svona að finna sitt jafnvægi upp á nýtt. Hvað gerður þið til þess að taka úr bakpokanum? Góð spurning, sko. Tala náttúrulega bara við fólk, veist, ég segja frá þeim, opna, létta á, losa ég fekk aðstóð, já. Fórstu til sálfræðings? Já, ég fór til sálfræðings, já. Það þarf oft að vinna úr þessum fyrri áföllum og einmitt þarf oft fagaðilega til að benda og byrja hér áfall. Já, þetta var nefnilega svolítið þannig. Ég var fyrir einelti í starfi og ég áttaði mig ekkert sjálf að þetta var einelti. Þú veist, ég bara einhvern veginn, svo bara komst ég eftir á að þetta var það sem var að sliga mig og ég var greit með áfallastreitur. Já, ég bara ekki ekkert sagt þetta uppátt en ég er ekkert fyrir ekkert leynt með það því að það er ekkert grín að einelti er bara áfall. Já, einelti er risastórt áfall. Þú veist, og einmitt, einelti á fullorðinsárum er alveg jafn alvarlegt og einelti hjá börnum. Algjörlega. Þú veist, vegna þess að þú upplifir þig bara mjög varnarlausan og vonlausan í þessari stöðu og að þú ferði mitt að gaslýsa sjálfa þig, þú vil líka efast þig og eigin hæfni að því að kannski búið að gaslýsa þig, þú veist, í eineltinu og nú veit ég ekki hvernig það kom fram hjá þér en þú veist, það getur verið alls konar, það getur verið alveg eins og bara á skólalöðin, það getur verið útskúfun, það getur verið baktal, það getur verið, þú veist að það sé verið alltaf einhvern veginn að hnýta í þig og segja þú sért ekki nóg góð eða skilur, þannig að þetta birtingamyndin er yfir svo sama. En þetta snýst svolítið og ég lærði það bara að setja mig bara skýrari mörk. Þú veist, ég er bara svolítið þannig að Guð gerði, ég trúi bara öllu góðu upp á alla. Ég bara trúi ekki þessi til illt fólk, skilur, eða illar gjörðir eitthvað svona. Þannig ég þurfti bara átti með að jú, víst, það er til fólk sem er ekki jafn gott og þú. Og ég þarf bara að setja mér mjög skýr mörk, veist, hvernig má koma fram með mig. Einmitt, og það er það sem mörk er. Mörk eru leiðbeiningar og væntingar framkomu annara svo við upplifum öryggi í sambandinu. Og þú veist að ég er mitt nýbúin að halda fyrirlestur að setja mörk. Já, og þú veist, og sko oft eru bara mörg sálræn vandamál eru afleiðingar því að við erum ekki nógu góð að setja mörk. Akkurat. Og við áttum okkur þetta ekki á því hvernig setja mörk. Hvernig ger ég það? Ég kann það ekki. Og þú veist, börn eru mjög góð að setja mörk. Þú veist, 2 ára börn, þetta er bara besta fólkið að setja mörg. Nei, ég vil ekki fara í þessu buxur. Nei, ég ætla ekki að fara til ömmu. Ég vil ekki borða brokkoli. Ætlar út með rusli? Nei. Nei, þú veist. En svo er þetta bara, svo missum við þennan eiginleika vegna þess að hann er einhvern veginn, fullorðna fólki tekur hann frá okkur. Þú veist. Friðþjóð og frendiðin, faðmaðan. Hann gefa hann knús. Þú veist. Einhver stór, feitur, sveittur kall, nei, ég vil ekki faðmann. Hann verður rosa sárið og faðmar hann ekki. Og þarna kemur samvinskubitið sem við fáum þegar við erum að setja mörk sem fullorðin vegna þess að það er búið að innprenta í okkur einhvers konar tilfinningaviðbrögð hjá viðtakandanum ef ég set mörk. Þannig að þessi verður rosa sárið við faðmann ekki. Þú veist ekkert það.
ekkit hvaða tilfinningar hann upplifir. Kannski langa Friðþjófi frænda, bara ekkit að knúsa þennan 5 ára krakka sem með tómatsós út í kinn, skilur Þannig að, við vitum ekkit hvernig það svo dýnamík, við getum aldrei áætlað, við getum bara, hvað það sem að vendar minn innri frið akkurat núna? Hvaða mörk þarf ég að setja hér? Og það getur verið, lítil mörk, stór mörk, það erfitt að setja mörk og það erfitt að sko, oft þarf fólk að fá kennslu í því. Hvenær Við vorum að diffra og tegra í MR. Ég ekkert búin að nota það í 25 ár. En ég þarf að setja mörk okkur meina stegi. Akkur var ekki kurs í því? Ég veit það. Ég kennar í framhaldsskóla og það svo margt sem betur fyrir að fara í betri áttir. Við erum að kenna heilsulæsi og fjármálalæsi. Þetta alltaf koma inn núna vonandi. Svona. En það sem ég ætlaði að segja, þú að tala mörk. Hvenær erum við meðvirk og hvenær erum við bara góð? Já, við erum meðvirk þegar við erum að þegar okkur langar að segja nei en við segjum já til þess að stýra áliti annar á okkur svo öðrum líki vel við okkur. Meðvirkni bara stjórntæki til þess að stjórna áliti annar á okkur. Ef ég segi já við því að passa hund nágrannans þá mun hún líka betur við mig. Ég vil að hún líki vel við mig og þess vegna ætla ég að segja já, þó mér langar að segja nei, mér langar ekki að fara út með hennar hund 3 ára dag og hann allir að fara úr hárum eitthvað en ég geri þetta vegna þess að það búið innprent í mér að ég eigi að hjálpa fólki og ég eigi ekki að segja nei, og ég vil endilega að þetta samband og ef það hræðsla eða hræðslan við að ef ég segi nei að hann muni yfirgefa mig, hann muni yfirgefa sambandi, hann muni slíta sambandinu, að það verði verra eða að ég sé að ímynda mér einhvers konar tilfinningar sem að ég muni valda honum vonbrigðum, hann verði sár, hann verði lendi í vandræðum, hann finnur engan annan, eða þetta allt þarna, ef mér langar virkilega að passa hann hund, og ég elska hundin, að þá segi ég já, og ég hef getuna, ég hef tíman, ég hef orkuna og ég hef öll þessi úrræði, ég hef allar þessar auðlindir til þess að gera þetta. En ef ég bara, mjög þreytt og mér langar bara að hvíla mig helgina, að þá ég að segja já við einhverju og segja nei við mig í leiðinni vegna þess að ég hrædd mörk skaða ekki sambönd. Mörk vernda sambönd. Mörk gera sambandið skýrara. Þannig ef ég segi nefnist að því miður, ég get ekki hjálpaði með hennar hund, get ég aðstöðið okkur annan hátt, ég get kannski fundið okkur annan eða ég hjálpaði að finna okkur annan eða ég gefið símanúmer ekki á hundapössunar hóteli eða eitthvað skiluru, en ég ætla ekki að vera með hundiðin um helgina, að við setjum bara skýrmur bara nei því miður, ég myndi gerða að vilja hjálpa en ég geta bara því miður ekki og það bara nóg svar, ef að nágranninn eða vinu minn eða hver sem það ef að hann lítur á þetta sem svik við sig og segir, heyrðu, ok, þá okkar sambandi bara hér með lokið þá þetta ekki samband sem þú vildir vera með þá sambandi bara byggt á einhver svona viðskiptasáttmála ég sé bara eitthvað þjónusta þig og ef ég geri það ekki þá ert þú bara farin ok, þá vil ég ekki vera í svona sambandi. Nei, það engin gagnkvæm virðing. Engin virðing, þú vanvirði mörki mín, þú veist, og þú, þá þetta samband svolítið byggt á sandi. En ef að þeir sem að virða mörkin okkar, það fólki sem við viljum vera í sambandi við. Já, heyrðu bara, ekkert mál, skilja bara rosa vel, bara þú veist, ég heyri þið, bara þeir kemur tilbaka, ég finn örugglega eitthvað annan. Þannig að þú veist, það sambandi sem við viljum vera. Þannig að mörk gera góð sambönd betri. Við síjum út óheilbrið sambönd þegar við setjum skýrmörk. Já. Þannig að starfið þitt sem sálfræðingur finnst þér að snúa rosalega mikið af þessu? Er þetta rosalega stór þáttur? Hjá sumum, já. Já. Bara mjög misjant. En vinnurum eiginlega bara með heilsutengt mál? Nei, mér finnst samt eiginlega allt vera heilsutengt, eða þú veist, nei, ekkit endilega, ég meina heilsa líka bara andleg heilsa og þú veist, og ef hún ekki í lagi og þú ert í, þú veist, að því fólk kemur til mín og það með alls konar vandamál, þú veist, það með kvíða og þú veist, þá þarf maður ofta að kafa ofan í, þú veist, hvað að valda kvíða
og þú veist, getum við unnið með það og það þýðir að þú veist ekki jafnvægi, þú veist, þú veist að upplega mikinn kvíða og hann að hamla þér í daglegu lífi að þú ert kannski ekki að sinna náminniðinu eða þú ert ekki að fara í partí eða þú ert með félagskvíða eða eitthvað, þá ert ekki jafnvægi, skilu, þá ert ekki frelsi og ert ekki innri frið. Þannig að, nei, það er bara, þú veist, ég vinn eiginlega öll bara svona samtöl og þú veist, við skjólstæðingar bara á svona einstaklingsbasis, bara hvað er ég að, þú veist, hvað þurfum við að vinna í og ég meina, þú veist, stundum er það bara, ok, heyrðu, við þurfum bara að byrja á að laga svefnin hjá þér, þú veist, heyra, hann er bara eitthvað í algjöru rugli og þú veist, þú ert bara í símanum hérna, með síman upp í rúmi og ert ekki að fara að sofa fyrir 1 á nóttunni og þú veist, kannski er það rótina af vandamálinu, kannski er rótina af vandamálinu að þú ert með allt og marga bolta á lofti eða, þú veist, þetta, og svona þetta samband við skjólstæðingarna, það, þú veist, því betra, þú veist, ég er oft með skjólstæðingar sem er lengi hjá mér. Þannig að, þú veist, ég fer að þekkja þau og þekkja, þú veist, munsturinn hjá þeim og það er, þú veist, það er búin að kafa svo djúpt að, þú veist, já. Já, ertu mikið með fjarviðtöl við Íslendinga? Já. En líka... Og líka á stofunni minni, já. Og ertu þá að tala dönsku? Já, tala dönsku við mína dönsku skjólstæðinga og svo náttúrulega bara með fullt af Íslendingum, þetta er náttúrulega risastórt Íslands samfélag og Íslendingu finnst rosalega gott að koma til. Þú veist, það eru íslenski læknar í Kaupmannahöfn og þú veist, við erum íslenski sálfræðingar að bara koma og tala sitt eigið tungumál. Þú veist, getur ímyndaðir að vera í sálfræðitíma og þurfa allt í einu bara hugsa öðru tungumáli. Þú veist, við gætum það alveg á kannski á ensku en það myndi samt ekki skila sér, jafnvel þó við séum með nánast alveg tvítingt á ensku og íslensku, bara orðaforðin og tónnin og þú veist, allt þetta bara einhvern veginn flæðir svo auðvelt út úr okkur. Þú veist, að bara fá að tala sín innstu, dýfstu mál af sínu eigin tungumáli er náttúrulega bara ómetanlegt, sko. Já. Þannig að svo er ég með Cara Connect, semst fjarfundabúnað, sem ég tek viðtölu við fólki gegnum það. Þannig ég er með skjólstæðinga, þú veist, fullt á Íslandi og svo bara út allan heim, sko. Ok, vá. Já, bara, þú veist, Íslendingar sem eru bara búsettir hér og þar og svona, já. Þannig að nóg að gera hjá þér. Það er sko brjálað að gera hjá mér. Ég er bara sjálf bara, ok, ég verð að passa að ég sé ekki streitu. Ég hef alveg krassa sjálf, sko. Ég hef alveg sagt já við allt á mörgum hlutum og svona. Hvað gerðist þá? Hvernig? Já, það, ég keyrði bara svona svolítið á vegg, sko. Það er nokkur ár síðan, sko. Já, þá var bara, ég þurfti bara svona einhvern veginn að endurstilla allt, sko. Þú veist að gæti ekki alveg verið að æfa svona mikið og gæti ekki alveg verið að segja já við öllum sem hlutum og svona, ég fór að draga úr. Ég fór að segja nei við fleiru og svona. En þú veist, svo er ég með brjála FOMO, sko, þannig að ég er alltaf að segja já við einhverju en þú veist, ég finn það þegar streitan fer að, þú veist, ég fæ alltaf fjörfisk í augað. Þá veit ég að það er ómikið álag á mér. Okay. Það er leið líkamanns míns að láta mig vita. Kemur alltaf vinstra mig að byrja að kippast og þá er ég bara, ok, ég veit að svefni minn er ekki alveg nógu góður og ég veit að það er alltaf mikið að gera á mér. Já, og þá reyni ég að draga úr. En eins og ég segi, ef ég fer stemma að sofa og, þú veist, og líf mitt í Danmörku er mjög auðvelt, skilur. Ég kem hingað til Íslands í eitthvað trilling, skilur. Þú veist að þá er ég bara út allt og eitthvað en þú veist það er kannski bara vika svo bara fer ég heim og bara þú veist, bara hvíli mig og svona eftir það. Já. Einmitt, já, ég fækkaði einmitt líka boltum, það var svona mín leið til að Já, er það ekki? Jú, algjörlega, og það að læra að segja nei er svo mikið gjöf. Já. Og segja nei, bara nei en ekki nei af því að Nei, ofur útskýra. Já, nei. Þetta er bara nei því mér, ég get ekki. Nei því mér, ég get ekki. Ég þarf ekki að lista upp nei, heyrðu, sko, Siggi litlar var sundumót og skilur, þú veist, það er bara óheðalegt. Þú veist, bara, nei, ég bara, vildi geta vel að hjálpa en ég geta bara því miður ekki. Eða bara, nei því miður, geta ekki. Það er bara kurteist. Já. Mér finnst við nú búin að spanna alveg helling. Ég er ótrúlega ánægð með þetta. Þú veist, það er svefnin mikilvægur og við erum búin að tala hreyfinguna, af hverju mikilvægt að rífa í lóðin og svo streituna og mörk og þetta. En kannski að enda aðeins á mataræðinu. Því að veist, mér finnst sko, hvað ég að segja, þeir sem koma til mín í heilsumarkþjálfin, þeir halda alltaf að mataræði sé vandamálið. En svo finnum maður alltaf að rótin er alltaf einhverstaðar, allt annars staðar. En samt er alltaf lægi að vera meðvitaður mataræði, þannig hvað ráðlegur þú varðandi mataræði, bara svona heilbrigt mataræði?
Ég bara reyna að hafa það svona sem fjölbreyttast og reyna að borða, eins og ég sagði, reglulega, þú veist, að vera með reglulegt máltíðamunstur. Sama hvort það sé almenningur eða íþróttafólk eða bara... Já, algjörlega. Þú veist, og ég meina íþróttafólk þarf að borða bara meira, bara stærri skammta og þú veist, en við erum, og við séum að velja okkur svona 80% bara svona svolítið fæðu sem að bara, þú veist, þessi heila fæða skilur og skilja svo bara eftir, þú veist, svona gott pláss fyrir, þú veist, smásúklaði og þú veist, ef við erum að neita okkur eitthvað, þá bara mun það bara koma að því að þú veist, það bara verður forbáðinni ávöxtur og við bara getum okkur á felguna af því einhvers staðar, skilur og ef við erum að sleppa máltíðum að því við erum að, þú veist, spara hitaeiningar eitthvað, það mun líka, menn það mun knýja okkur áfram og sækja hitaeiningar úr ykkur sem mjög skjótfengið. Yfirleitt það súkkulaði eða snakk eða eitthvað. Þú veist, þannig að ef við erum með þetta reglulega máltíðamunstur þá komum við, þú veist, þá erum við bara að við erum að borða nóg prótín, við erum að borða nóg að trefjum þannig að þá erum við bara sött og mett og þá bara minkar það, þú veist, allar þessar cravings og skilur, við fáum þessar sykur cravings ofta bara því að blóðsykurinn lágur og við erum bara hreinlega svöng við erum alltaf að halda eitthvað í við okkur. Stundum þetta líka bara venjur og vani. Já. Þú veist, einhvern tímann alltaf því ég keyri fram hjá ákveðinu búð þá langar mig eitthvað ákveða því ég keypti það þar einhvern tímann, það skilur þetta svo fáránlegt hvernig hausinn virkar, sko. Já, við erum bara svo Pavlov-hundar, skilur þú veist, ég meina umhverfið bara ding, 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 ding. Þannig að það sem ég gerir líka ég svona reyna, þú veist, ok, vertu bara með sko 1 til 2 svæði heima þar sem þú borðar. Ekki vera að borða út allt. Þá fer að tengja mat, þú veist, ég borða fyrir fram á sjónvarpið og ég borða við tölvuna og ég borða, þú veist, inn á skrifstofu, þannig að þá ertu borðandi allstaðar, þá er bara öll herbyggju, öll rými, orðin bara eins og Pavlov með bjölluna, bara ding, 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 hér langar mig, nú langar mig, þannig að þú kveikir á sjónvarpinu, nú væri til í pop, auðvitað, þú búin að para þetta tvennt saman, skilur, þannig að það er líka það að, þú veist, að átta sig á því bara, ok, ég þarf að vera bara og setjast niður og gefa sér tíma til að borða vegna þess að rannsóknir bara sína þegar við borðum, þú veist, erum við 20-25 mínútur að borða, það er það tíminn sem þarf til þess að líkaminn losa út leptín sem settuhormónið okkar og leptín það að bara losa út leptín í sjálfri máltíðina meðan við erum að borða þá bara, nefnist það langar bara ekki meira. En við Íslendingar náum því við aldrei. Nei, bara 4 mínútur. Bara horfi bara á tengdapamma minn, ég bara, ert að grínast, þetta var 3,5. Þú er búin að vera inn í allan dag að elda þessa máltíð og þú búið með hana á innan við 5. Þannig að þú veist, það er líka óslega sorglegt, þú veist, að við erum ekki að gefa okkur tíma til þess að njóta og bragða og þú veist, vera til staðar og þetta. Þannig að, og það er líka aðra rannsóknir sem sína að þegar að sko við borðum hægar, þú veist, þá bara gerir samanburður á 2 hópum, að þú veist, þeir sem að borðu á sko 6 mínútum versus þeir sem að borðu á 16 mínútum, að 16 mínútna hópurinn, hann borðaði minna í snarli sem var næsta máltíð. Hann borðaði held í 150 hitaeiningu minna. Þannig að þú veist, svoleiðis yfir alla vikuna, þú veist, og í hverju einasta snarli þetta safna saman. Fljótt að telja. Já, og þeir eru ekkit endilega sko, þetta er ekki meðvitað að þeir eru að borða minna. Heldur bara leptín, sattari, líka þessi sálræni faktor. Máltíðin prentast í minninum, prentast í harðadrifinu hjá þér þegar þú borðar hægar. En þú veist, þeir skóplum í okkur, finnum alla bragðið af matnum, þú veist, við erum bara eitthvað að anda þessu, þú veist, að þá bara, þú veist, það er eitthvað ófyllt í sálinni, skilur. Þegar minningin er ekki, hún liggur ekki þarna niðri. Þannig að gefa sér meiri tíma, þú veist, setjast niður, gera það svolítið mómenti, skilur. Og þú veist, við þurfum ekki að gera við alla máltíðir, en við þurfum að gera það svona, þú veist, við þessa helstu og svona reyna að matur svona fer að, þú veist, borða í 4. vítinni. Ekki vera að gera eitthvað annað með þú borðar og ekki borða með að gera eitthvað annað. Ég er aðleg fólki varandi mat, að borða mat og fólk bara, þú veist, hvað meinar þau? En að því að það er svo mikið að svona matarlíki út allt.
hver er þín skoðun á þessu? Hvað áttu við með matarlíki? Allt sem er bara framleitt í verksmiðju. Þetta sem er út allt einhvern veginn núna, þessi próteinstykki og próteinpönnukökur og ég meina bara allt sem er svona í raun og veru bara með hormónaraskandi efnum eða raskar þarmaflórunni eða einhverju svona að því að líka með veiturinn og ekki hvað hann á að gera við þetta er bara eitthvað sem búið til í verksmiðju, þetta er ekki efni sem hann þekkir ekki. Já, sko mér finnst einmitt eins og segir sko að við séum að borða svona 80% sé bara matur sem að, þú veist, líka minn kann og þekkir og þú veist, þó að það slæti inn eitt próteinstykki á dag eða ein próteinpönnukaka eða, þú veist, einhver þú veist, orkudrykkur eða eitthvað, en að þú sért kannski ekki að gera þetta að, þú veist, aðal upp í staðinni og sért kannski ekki að gera þetta hverjum einasta degi en ekki að vera sko í einhvers konar sko að búa til einhvers konar hræðslu gagnvart þessum, ég er einhvern veginn þar er ég nefnilega ekki þú veist, ég er ekki eitthvað í að fara í búðina og búa til eitthvað ríl og lesa aftan á einhverjar innihaldslýsingar og þetta er bara, þú veist, hér er bara kemískur úrgangur og eitthvað svona stór orð og eitthvað vegna þess að, þú veist, ef að það hendar þér akkurat í þessu mómenti að fá þér próteinstykki frekar heldur en þú fáið kannski Snickers þá vil ég frekar að fáið próteinstykki heldur en þú sleppið því að borða því þú ert á ferðinni og varst á leiðin á fund og varst svangur og skilur þannig að okkur langar ekkert endilega alltaf í banana skilur þannig að þú veist, þannig er smá rými en ef þú ert að gera þetta alltaf í hverju máltíð, hverju snarli og hverju einast degi þá þurfum við að fara að tala saman þú veist, og það er aðeins að fara að endurskoða þetta en að þú veist, þetta geti alveg slætað inn og við séum ekki einhvern veginn svona já, hrætt við þetta og mikið, þú veist Já, einmitt, sko ég alveg, þú veist, við kennum það ég borða af og til svona próteinstykki en það hefur farið rosalega minkandi með árunum bara eftir að ég vissi hvað var í þessu að því ég veit bara að þetta gerir ekkert endilega gott fyrir mig en það sem stuða mig er aðalega bara að þetta er alltaf auglýst sem heilsuvörur þú veist, þó að rannsóknir sýni annað Já, einmitt. Svona... Já, og það er einmitt, þetta er auðlýst sem heilsuvörur og oft er kannski ekki rosa mikil munur á þessu bara á Snickers stikkinu sko og hérna, sko ég borða þetta yfirleitt ekki vegna þess að það er sko maltitól og mannitól og þetta bara setur bara mína þarma bara algjörlega á hliðina sko. Gerfisæta er náttúrulega bara alls ekki góð. Já, en þú veist, mér verður bara illt í maðurum að þessu sko. Og ég hef líka bara átt erfitt með að finna eitthvað sem ég finnst bara virkilega gott að bragði skilur, ég finnst þetta oft svona eitthvað duft bragð af þessu og svona eitthvað, þú veist, ég þarf þetta ekkert, þú veist. Algjörlega sammála þar sko. Já. Að reyna að borða mat sem mest. Já, og þú veist, ég fæ mér alltaf súkkulaðimóla á hverjum einasta degi. Þú veist, ég bara á alltaf súkkulaðiplötu heima og ég fæ mér yfirleitt alltaf eitt súkkulaðimóla sem er bara alvöru raunverulegt súkkulaði, þú veist. Og það fyrir mig er bara, ok, ég á alltaf minn súkkulaðimóla, ég þarf ekkert að fá meira súkkulaði inn, skilur, ég er ekkert sólkin í þetta af því að þetta er þetta er partur af programmet alla daga 365. Já, það er ekki. Þannig að það er líka, þú veist, að það sé bara, ok, hvað finnst þér virkilega gott, hvað getur þú flétta það inn í þinn dag og þá ertu svolítið að halda þessum kreifings líka í skefjum, sko. En bara vera nærð og vera mett og borða, þú veist, nóga mat og prótín og trefjar og ekki hræðast ekki hendi ykkur orkuefnum út og allt þetta. Allt er gott í hófið þá. Já. En það sko. Er eitthvað að lokum? Er eitthvað sem þið langar að bæta við? Eitthvað sem er að gleyma að spyrja? Nei, bara held ekki, þetta er bara að kofera þetta ansi vel sko. En ég var bara að segja eins og ég sagði hérna sko ánum við byrjum að taka upp, ég er bara mikill heiður að fá að koma til þín að því ég bara heilsu Erla sko, ég bara leða og byrja með podcast, ég bara mér langar í þetta podcast. Já, að því mér finnst þú bara svo flott og ég er búin að fylgjast með þér svo lengi og þú ert með svo heilbreiða nálgun og þú veist, góða sína og allt og svona niður á jörðinni og góða nærveru. Æ, þakka þér fyrir. Já. Yndislegt. Bara takk kærlega fyrir að gefa þér tíma bara til að koma. Bara takk fyrir að fá mig. Og bara gangið þér rosa vel með allt framöndan. Já, takk fyrir sömuleiðis.
Og ég hvet alla til þess að fylgja hlaðvarpinu með lífið í lúkunum á Spotify eða Apple Podcast eða öðrum streymisveitum því þá sjáu þið nefnilega þegar næsti þáttur dettur í loftið. Og ef þú ert á Instagram, endilega fylgdu Heilsu Erla.